Góðan daginn, þetta er vídeo Finca Botanica Farm Kit. Lilja Oddsdóttir heiti ég. Finca Botanical Farm Kit er með fjórum fallegum olíum sem allar eru búnar til, eimaðar á búgarðinum á Finca Botanica búgarðinum í Ekvador, í Chongqing héraðinu í Ekvador. Ég var svo lánsöm að fara að heimsækja Finca Botanica búgarðinn árið 2021 og það var algjörlega dásamlegt og rýmið okkar var við hliðina á eimunastöðinni, þannig að planið þar sem jurtirnar voru þurrkaðar var fullt af jurtum og það var Paikotea jurtin sem var þar og ilminn lagði svona til okkar inn í svefn rýmin og það sem við borðuðum. Paikotea er svolítið skyld Ocotea olíunni. Sjá hvað að segja akkurat Paikotea. Já, það segja ekki beint það, en hún blandast mjög vel með appelsínuolíum og trjáolíum. Hún er pínlítið svona kanililmur af henni. Þannig að ég get ekki leyft ykkur að prófa, en við verðum á opna húsinu á Mamma Reykjavík á sunnudaginn frá 11 til 5 í Bankastrætinu, þar sem þið getur komið og prófað. Finnst ilminn og tilbúið er nefnilega bara til 7. Já, guðum góður, það er bara svona eins og maður sé komið til Ekvador. Hún hefur samt svona, hún er alls ekki mikinn kanilkeim. Hún hefur kannski svona einhver eukalyptus, svona fenol, það er svona einhver mjög háir tónar í henni líka, svona feskir, bjartir tónar. Þannig að þetta nota hann í bað, í sturtusápuna, þetta nota þetta í sturtusápuna sem ég var að mæla með því byggja til ykkar einn sturtusápu ilm og handsápur, hreinsandi, eins og Ocotea, hreinsandi og fyrir svona alls konar hreinsandi. Skulum við bara segja. Paikotea, allar olíurnar eru með svona fallega, mjög fallega miða. Svo kemur engan melissa. Þetta er sem sagt melissa en ekki venjulega melissa, heldur einhver sem er bara í Suður-Ameríku og kölluð engan melissa. Það er svona svipaður ilmur af henni eins og melissu, svona sítrus, hvað heitir þetta? Já, melissa heitir líka lemon balm. Mjög svona léttur sítrustónn í henni sem er áberandi. Þannig hún er góð bara í svona, það sem maður vill hafa góðan sítursilm. Ég vil hægt að nota hana í krem, í body lotioni sitt, hvað segir maður, í sturtu, sápurnar og kremin. Mjög góð. Svo koma svona olíu sem eru meira kannski þekktar og engan melissa og Paikotea eru ekki hægt að kaupa stakar. Þær eru bara til í þessu kitti. Svo koma kóngurinn og drottningin. Yliang. Ekvadorian Yliang og þegar ég opnaði þetta glas, setti einmitt í ilmúðarann. Í fallega nýja Heaven ilmúðarann, þá fannst mér bara að ég vera komin til Ekvador og bara ég fekk næstu tár í augun. Það var svo það var svo falleg ferð og svo mikið þakklæti í hjartanu mínu fyrir að vera boðið bara í svona boðsferð. Ég og svona minn fórum í svo ótrúlegu ferð og það var svo dásamlegt að vera á búgarðinum og upplifa alla vinnuna og bara allt þetta sem fylgir því að búa til þessar ilmolíur. Það er svona undra mig bara er raun og veru að það skuli ekki vera að kosta meira og við getum keypt þetta, þessi töfraefni.
sem þarf svo óbúslega mikið plöntuefni til að búa til. En ylang ylang hefur verið notuð í hérna perfume industry í mjög langan tíma og líka í hérna eins og austrænum lækningum, en í hérna að því hún hefur svona sætan, dásamlega fallegan blómailm. Hún er auðvitað í mörgum fallegum blöndum sem við erum með eins og Joy og Sensation og Sacred Mountain, hún er svona kemur ríkjandi í Sacred Mountain. Ótrúlega falleg og hérna góð í alls konar, hún líka í nokkrum ilmvatnsblöndum sem við hefum verið að gera. En það er semst ylang ylang rose, bergamott og vanilla sem voru oft notaða saman í svona til svona búið til alveg sérstaklega fallegan ilm. En svo var það svona hérna svona terapjútiska hliðin, franski hérna aromaterapistarnir eða læknarnir komast að því að hún væri góð fyrir alls konar sótthreinsiandi fyrir intestinal tract og svo var hún róandi fyrir hjartað. Eitt af svona einkennum ylang ylang að vera róandi, en hún er líka svona fyrir hérna sensual, svona bara hérna vekur kynvitundina, alveg sannarlega, en fyrir hjarta þá var hérna, að því hún hefur þessa svakalega relaxing element, hún er slakandi, þá hefur hún verið virkað mjög vel fyrir alls konar spennu, hjartsláttar, óreglu, þannig svona orkulega, og þetta er svona í austrænum lækningum, þá hefur hún verið notuð hérna í þessum tilgangi, sérstaklega til að svona róa hjartað. En svona sérstaklega er ylang ylang góð til að hjálpa okkur að tengja okkur við svona innra hérna næmi og svona hérna að finna okkur sjálf, finna hérna kynorkuna auðvitað, því það er svona tengist í að þegar við erum mjög bældar tilfinningar, þá erum við erfitt með að tengjast kynorkuna okkar og þá þurfum við að fá hjálp til að svona losa það. Já, eins og Jasmín, hún hjálpar okkur svona að tengja saman hugan og hérna hjartað. Tengja saman hugan og hjartað. Ok, ylang ylang er algjörlega dásam og ekvadórian ylang ylang er bara engu lík. Svo kemur Palo Santo. Hún er líka mjög kröftug, mikið notuð í svona kannski meira notuð við heilun og andlega vinnu. Hún er náttúrulega verið notuð bara lengi til að hreinsa lofti af illum öndum, neikvæðri orku. Hún hefur mjög sérstakan ilm og er unnin úr trjám og þau eru heilög, þau eru vernduð, það má ekki höggva þessi tré og þau hérna deyja bara sjálf, en það þarf að bíða í 5 ár eftir að taka viðinn og hann er hérna brotinn niður í smáar flísar, þannig er hann eimaður. Það þarf að bíða í 5 ár sem sagt eftir að viðurinn fara að gefa olíuna. Það bara gerist ekki neitt fyrir eftir 5 ár. Og svo svo er best að eima viðinn á sérstökum tíma tunglmánaðarins sem ég man ekki alveg hvað það var. Og Palo Santo. Þessi næla bara búin. Það notar hann þriðja auga, hún er alltaf vernd. Við getum notað hana sem vernd í að hreinsa loftið, vernda sig. Finca Botanica farm, þetta náttúrulega kemst maður í svona tengsl við búgarðana með því að nota þessar olíur sem koma frá þessum búgarðum. Og núna í apríl 2024 er hún á 15% afslætti í 7 daga í tilefni af mæðradegi í Evrópu 1. til 7. apríl.
Það kostar hann það bil 23.000 pakkin. Dýrmætar olíur og olíur sem getur ekki keypt öðruvísi en að fá þessum pakka. Takk fyrir að hlusta.